Sælverði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í þetta skipti þá ætla ég að hnýta flugu eftir Jón Sigurðsson. Þetta er flugan Öddi. Hún er á veiðiflugum Íslands. Og við erum að nota Wetfly sem sé barbless, Freshwater FF 581. Það er barbless í stærð 10, 8, 10, 12, 13 alveg sem 8 til 16. Og þessi fluga er nefnd eftir manni hérna á Bíldudal sem hét Örn Gíslason, vélvirki, mikill meistari, ég man eftir Ödda bara, en ekki svo langt síðan, ekki svo mörg ár síðan hann féll frá blessaður. En þetta er fluga sem Jón lét hann hafa einhvern tímann og Öddi fékk á hana góða veiði og þá aðalega sjóbleikju veiði, þessi aðalega sjóbleikju sem hann fékk. Við erum að nota flúorrauðan 12-0 Semperfly sem sé tvinna í þetta, sem sé Classic Valst 12-0 segi ekki 8-0. Og við erum að nota í búkinn sem sé ekki reyndar grænan heldur gullitaðan, svona Miller piping eða Miller cord. Ég er búinn að skera niður hérna passlega lengt og við smokkum honum hérna upp og þetta er það sem við þurfum að vita með Miller cordinn og förum með tvinnan hérna alveg aftur á beygju eða aftur á bug og tilbúin hérna að því við þurfum að hnýta Miller cordinn niður, sjáðu. Þá setjum við það upp á krókinn og þetta efni er mjög skemmtilegt að vinna með straumflugur, það er hægt að gera flotta búka úr þessu straumflugur. Þá setjum við þetta svona, sjáum við upp á hérna og aðeins aftur, vökkum við þessi aðeins aftar, þetta er svona, tókum við þetta, höldum, komum við tvinnan hérna yfir, svona. Tvisvar allavega og þá er þetta rétta þetta af og nokkra mjög þétta og góða vafninga hérna og við þurfum að rétta þetta af hérna og nú þurfum við af því þetta grípur ekki alveg þá þurfum við að klippa Miller cordinn sjáðu af til þess að ná að festa það sem er hérna undir. Þannig við klippum hérna, passa að klippa ekki tvinnunni sundur. Við klippum þessa lausu enda hérna alla eins stutta alveg uppið þráðinn eins og hægt er. Þetta þurfum við að gera framan og eftir og þetta er það sem náttúrulega fylgir vinnu með Miller cord eða Miller piping efni. Við þurfum að fara með þetta fyrir aftan þetta og ná niður hnútnum. Svona. Og þurfum að klippa meira. Þetta er, ef við farið í púpukaflan í bókinni Veiðiflugur Íslands, þá er þetta síðasta flugan í stafrófsröðinni Ö þarna. Það eru örfáar flugur á þeirri síðu en þetta er svo síðasta og það stendur þar við sem er alveg rétt og hefur reynst einkar vel í sjóbleikjuveiði. Nú víbrar hjá mér síminn, þá er hokkíleikur í gangi úti í Bandaríkjunum. Þannig að við fáum bara góðan bölka þræði hérna upp á þetta og þetta verður svona hotspot hérna í rassinum á flugunni. Og hann má alveg ná þetta aftarlega til þess að festa hólkinn alveg niður. Bara lögvæta hérna pötunum. Svo nefnilega þurfum við að draga hólkinn séu við svona fram og við værum í betri málum ef ég ætti hólk sem væri mjórri en þetta. Það er að segja þá kannski ámóta mjór og þessi græni hérna, þið sjáu það er alveg breiddarmunur á þeim. Ég þarf að panta mig frá Semperfly gull og silfurlitaða hólka í þessu. Og þá skoða þetta hérna með henni, þetta er ágætt.
Það loka þessu með tvinnunum hérna. Svona. Svona. Þá erum við komið með nokkuð myndarlegan hotspot hérna aftan. Og við ætlum að setjum þá bara hausnút á þetta. Það er skemmtilegt og það er að gera það með þessu. Það myndi þetta að klippa þetta bara af hérna. Sjá, tökum við hérna viðbót. Svona. Hausnút og lakk fór þetta undir krokkinn. Þetta er alveg típist. Ja, reddast hérna að sjá þið. Þetta er reynslan. Bjarga manni hérna. Svona. Og þá klippum við þetta bara hérna upp í nút. Svona. Og svo er þetta skemmtur hérna þráður á framan aðeins en við tökum hérna. Klippum veika hlutana á honum af. Og þá þurfum við að finna augað á krokknum hérna. Finnum við með að taka brá hérna og tókum aðeins í þetta. Þetta er alveg núna bygg fast. Finnum augað á krokknum hérna. Og komum með tvinnan og setjum augað er hérna og byrjum við með þetta hérna fyrir aftan augað. Samt sjáum við þetta er laust náttúrulega. Sjá. Þetta er gallið við að vera breiðan hólk sko. Það þarf að toga aðeins í hann. Finna augað hérna og byrja svona, hvað við segja, nokkrum millimetrum fyrir aftan augað, svona. Og eins og við kannski sjáið, sem einhver segði glöggir áhorfendur átta sig á, þá væri náttúrulega hægt að hafa þetta bara flatt silfur í búkinn. En við ætlum að halda okkur hérna við fluguna eins og Jón nýtar hann. Þá þurfum við að gera það nákvæmlega sama hérna framan. Það er að segja að losa upp alla þessa lausu enda hérna. Klippa þá í burtu til þess að festa niður Mylar Piping hólkið. Þetta er svona ákveðin söpuskapur sem maður getur fyllt þessari flugu að nýta en það er bara eins og með dýrher og fleira. Það verður bara að hafa það. Við nægum ekki eins og myndin og eins flottur í bókinni út af því ég er ekki með hólkurinn hérna, Mylar Piping hólkurinn er dálítið breiður. En þetta er mjög einföld fluga í nýtingu sko uppbyggingu per se. Þetta er ekki eitthvað meiri háttar flókin fluga. Þá nýtum við þetta niður, gullið, og þá verður sjáum við dálítið góður hotspot hérna. En svo kemur á hana kragi. Og við ætlum að halda okkur við orginalinn, af því þetta er Johnny, flug eftir Jón Sig. Við sjáum þá er alveg svona bumba á henni og það er alltaf í lagi af því þetta er mjúkt efni, þetta lokar ekki öngulgapinu. Þannig, eða bugnum á önglinum. Og ég ætla að nýta hana eins og að nýta hana orginal, bara með hólk og allu í staðan fyrir að setja flatt silfur eða gull. Og það er þá bara 2 fanir af hérna, Peacock. Og kraginn er nefnilega á að vera dálítið áberandi, eða á að sjást. Og nýtum við þetta niður svona. Og nýtum okkur svo hérna fram af auganu. Og skiljum svo eftir svona það þarf að vera, hausinn þarf að sjást líka. Það þarf að vera svona, kannski ekki alveg stóru rassinu en eitthvað í áttina. Þá vefjum við þessu hérna yfir svona. Þannig að við sjáum ekkert eitthvað, ekki vísindi þessi fluga en hún er skæð í sjóbleikju. Eitt sem ég áttur að prófa, með einhverja prófa nægstu fyrir norðanis við Eyjafjarðarána eða þangað. Eitthvað þannig pælingar. Og það er það langt síðan hann nýtti þessa fluga Jón að eins og glöggir áhorfendur átta sig á.
Það er engin kúla á henni. En ég hugsa að Jón heitinn myndi alveg gútera að hún yrði nýtt með kúlu. Svona í dag. Vegna þess að kúluhausar og flugur eru bara jafn algengir og snjallsímar hjá fólki í dag. Nánast, það er allir með flugur með kúluhaus nema svona sérvitríkan eins og ég. Jú, ég er náttúrulega með líka með kúlu hausa, en þar sem er mjög grunnt vatn þá sleppi ég því. Sjáum við þetta svona. Þá er þessi kragi hérna og þá er bara hnútur og lakk og þessi fyrir á playlistina hans Jóns, flugurnar hans Jóns sig á Rósinni. En ég þakka ykkur kærlega sem að fyrir áhorfið og bendi ykkur á þeim við setja like á vídeóið, styrkja Rásina, deila vídeóinu, allt þetta. Og svo með styrkja mig. Styrkja Rásina, það er að segja að það er linkur á PayPal-ið mitt í lýsingun á þessu vídeói. Eða henda superlike á vídeói, það 5 eurur eða 10 eða 20 eða hvað þið viljið. Bara velkomið því að ég er á kafi í minni baráttu við krabba minn. Og þessi rás er tilkomin út af þeim sjúkdómi sem er ekki skemmtilega fréttir að segja frá, en það er nú samt nákvæmlega þannig. Ég ætla ekki að lakka hérna rassin á henni líka, sjálfsögðu. Hvernig læt ég sko. Það er að lakka það líka og mjög vel. Þið sjáu hvernig hún lúkar, þetta er ekkert svo galin fluga svona þannig, þetta er eins og ykkur fiskur eða eitthvað svona lítið kvikindi. En sjóflögin vitlaus í þetta. Öddi, þetta er Jón Sigurðsson, gjörðu svo vel. Við sjáum strax og kátt í næsta vídeói. Takk.